Þegar Jesús Kristur kom inn í mitt líf, þá breyttist öll tilvera mín. Ég átti ekkert líf, en nú á ég líf, yfirfullt af kærleika hans. Barnastarfið í veginum er fjölþætt. Eftir sameiginlega lofgjörð á meðan að fullorðna fólki hlýðir á Guðs orð, fara börnin hvert í sína deild. Er ekki allir búin að taka utan það? Þetta er svona strókglerur til þess að stróka út ef þið er að kvikna. Fótbolti? Bara þeir sem hafa aldrei komið áður. Ég kom áður. Hey, hvað heitir þú? Hildur. Síðast þegar ég talaði við þig, þá sagði þú að ég ætla að fá oss. Oss? Já. Nei, ég sagði áttur að fá verðlaun. Hvað er að gerast hérna? Hver er þetta? Getið þið sagt með það? Er þetta furðufugl? Jesús geti læknað okkur. Þess vegna syngjum við
Jesús minn læknir, Jesús minn læknir. Hann elskar mig, ég elskar hann, Jesús minn læknir. Ég lítil gulönd og syndi á vatni. Bra, hún segir, bra, bra, bra. Hann stendur svolítið í fjarri. Þannig að þegar við erum að skoða hendina okkar, þá getum við sagt pottþétt, Jesús elskar okkur, ég hef syndgað, Jesús dó fyrir mig, ég verð með honum að eilífu og ég er frelsuð. Og sjáðu þið, litli puttinn, hann er svolítið í burtu, en hann er með á hendinni. Og við erum frelsuð engu að síður. Getið þið munað þessa rullu? Jóhannes 3:16. Þar veitum við allt hvað stendur. Jóhannes er að við Akkurat. Og þá skröfum við vísifingur. Nei, þumalfingur. Við eigum leita Jóhannes. Úr fjarlæg birtist drottinn mér, með ævarandi elski elska þig, fyrir því hef ég látið náð mín haldast við þig. Já. Jesús er frábær. Jesús er elskandi faðir sem bara maður lærir að kynnast meir og meir með árunum og kemur mann alltaf óvart. Verður alltaf betri og betri. Everything is possible for our almighty God. If you let him take your hand, receive his love, and you will see how wonderful it can be. I can't live without your love. Lord, to give me all that I need. I can't live without your love. Lord, to give me all that I need. Áhrifaríkustu árin í mínu lífi voru fyrir 6 árum síðan. Þá var ég í viðskiptum, eins og margir góðir Íslendingar. Og
ætlaði að meika það, eiga Benz og flott einbýlishús og allt þetta, sko, með sundlauginu og þetta alls saman og sumarhúsið á Spáni og svoleiðis. Það var lykillinn að hamingjunni. Það var bensín og einbýlishúsið. Annað skipti ekki máli. Ég var svo blindur á þetta að ég var tilbúin til að valta yfir allt. Fjölskylduna mína, hjónabandið. Alveg saman allt meðan bara bensan. Nema síðan lendi þetta fyrirtæki í miklum skakkaföllum og á föstu degi á manni þá svona á hans með líf búið. Hringdi inn á ferðaskrifstofu og vita hvort það væri laust far til Bandaríkjanna af því ég ætlaði ekki heim. Ég ætlaði beint út á flugvöll og láta mig hverfa. En svo einhvern veginn þá ákveðið að fara heim og byrjaði á því að fara upp í skáp og fá mig bara róandi og ég held að það væri lausnin og talaði við konuna mína og feysa hana, börnin mín og svo var hringt í fjölskylduna, haldið fjölskyldufundur. Og þetta svona gekk allt saman en sko síðan fóru þessir félagar mínir að hringja þessi tveir sko. Bjóða mér einhverja samkomur og eitthvað svona, einhverja kennslur og svoleiðis. Já, ég gat alveg hugsað mér það sko, en kona mér var alveg ekki sjá þetta. Halleluja pakk sko. Og þá fann annar félagi minni upp á því sko að hringdi mig eitt kvöldi og spurði mig hvort ég þyrfti ekki að fá tryggingar. Hún var tryggingarsali. Já, hvað er bara heimsókn? Já, það er ekkert mál. Selja með líftrygging og eitthvað svona. Hann kemur til mín eitt kvöldið og við setjum svona setjumst við borð og kona mig að fljóta stokka frá borðinu og inn í herbyggi. Við passa sig á því sko, hafa aðeins rífur sko. Hlusta á þetta sko. Og hann tekur möppuna upp og setur á borðið og fer svo að segja mér frá Jesú. Lætur tryggingamanni vera, segir mér frá Jesú. Hvað hann hafði upplifað, alltaf að tala þetta frelsast. Sjá, mér fannst þetta frelsast eitthvað óaðalega, aðstæðandi eitthvað. En allavega hann bauð mér á þessu kvöldi, það bauð hann okkur að samkomu. Og við látum svona, við höfum ekkert að tapa neinu. Þannig að við förum á samkomu og eftir þessa samkomu þá sagði kona við mig sko að það er sko alveg seinalínur Hilmar Halldórsson. Á svona samkomu förum við aldrei aftur. Viku seinna þá fórum við og hugsaði næsta sundi og fórum svona íhuga það hvort við veitum ekki kíkja annað, það væri alltaf að gefa þessu smá síðan. Værum ekki það þröngsýnt fólk sko. Þannig að við drifum okkur hingað og kíktum á samkomu og ég var náttúrulega ægilegur töffari sko, svona þótti þetta náttúrulega óttalegt eitthvað, uppréttar hendur og eitthvað. En samt það var eitthvað sem snertið mig sko, þannig að við komum aftur og aftur og á fjórðu samkomu þá fara fram við hjónin og taka á móti Jesú. Og þetta er bara lífsbreytandi. Það sem Guð hefur gert við okkur í fyrsta lagi hann bjargaði lífi mínu. Öðru lagi hefur hann bjargað hjónabandinu. Hann hefur bjargað fjárhagnum, heimilinu og læknaði yngsta sonu mín. Þannig að ég vil bara segja við þig að við höfum engu að tapa, við höfum allt að vinna. Við höfum almáttugan Faðir á himnum sem þráir að mæta okkur. Sko, rétt áður en ég frelsaðist, þá síðustu vikurnar, þá var ég búin að upplifa það sem að mér fannst vera mikil heimþrá. Svona djúpt í hjartan og svona þráði ég að komast heim. Þegar ég tók á móti Jesú, þá leið mér að ég væri komin heim. Í bókabúð Vegarins er mikið úrval góðra bóka og skemmtileg tónlist við allra hæfi.
Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Oh, great is thy
Nærvera Guðs hér. Og það gott að finna fyrir nærveru hans. Það gott að finna fyrir því að Guð raunverulegur Guð. Og honum ekki sama líf okkar. Hann sá Guð sem elskar alla menn. Og í kvöld þá skiptir máli að við grípum inn í hjarta okkar að við erum ekki ein. Að þegar Jesús kemur til jarðarinnar þá kemur hann með lausn. Hann kemur með lausn inn í kringumstæður allra manna. Hann kemur með lækning og hann kemur með heilbrigði fyrir allan mannin. Hann skilur ekkert eftir. Og Jesús kemur í eitt skipti fyrir öll til þess að opna öllum mönnum leið. Öllum mönnum. Og allir standa jafnfætis. Guð fyrir ekki manngreinarálið. Allir standa jafnfætis og hafa sömu möguleika. Og geta náði teygt sig eftir því í trú sem að Guð vill gera í lífi þeirra. Flettiði með mér upp í Biblíunni og við skulum lesa saman orð sem að þið þekkið mörg í Rómverjabréfinu í 1. kafla og við lesum hluta af 16. versi. Það segir að fagnaðarerindið kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Fagnaðarerindið kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Allir geta höndlað það sem boðið upp á. Allir. Og það var þetta fagnaðarerindi sem Páll að tala sem Páll talar að hann fyrirverði sig ekki fyrir. Hann veit að í þessu fagnaðarerindi felst kraftur. Hann veit að í þessu fagnaðarerindi felst lausn fyrir alla sem vilja teygja sig eftir. Halleluja. Og þvílík gleði, þvílík lausn fyrir mannin að ná þessu inn í sitt hjarta, að grípa í trúna á lifandi frelsara og lausnara og upplifa það að hann fær styrk, hann fær hjálp til þess að eiga við sín mál, til þess að komast af þeim stað sem hann kannski fastur á og finnur enga lausn í inn á annan stað, þangað sem Guð hjálpar honum og styrkir hann til þess að fara á. Þetta fagnaðarerindi. Og fagnaðarerindi virkilegt fagnaðarerindi. Það eru gleðifréttir. Gleðifréttir eitthvað sem við fögnum yfir, ekki satt. En hversu oft það ekki sem að við höfum tilhneigingu til þess þegar við komum inn í kirkju að upplifa að alvaran, hún tekur völdin, hún algjörlega svona að taka yfir og okkur finnst við verða að vera alvarleg og þung á brún. En það ekki fagnaðarerindi. Jesús kom með fagnaðarerindi og þá skulum við halda okkur við það sem fagnaðarerindi. Það eru gleðifréttir. Það kemur enginn hlaupandi heim til þín og segir: ég ætla að segja þér gleðifréttir. Ég hef aldrei hitt svoleiðis mann og mun sjálfsagt aldrei hitta slíkan. Þegar fólk kemur til mín með gleðifréttir þá það glatt. Það fylgir fréttinni að vera glaður. Af því það eitthvað gott, eitthvað skemmtilegt, eitthvað sem að gleður aðra sem ég hef að segja. Fagnaðarerindi. Og fagnaðarerindi í fyrsta lagi gleðifréttir og síðan það erindi. Það talaði að einhver hafi erindisbréf. Það talaði að menn séu erindrekar eða ambassadorar. Þegar við höndla þessa gleðifréttir þá getum við ekki þagað. Við verðum að segja frá. Af því að líf okkar hefur breyst. Og það erindið að fara með þennan fagnaðar boðskap. Það köllun okkar. Og það eru nokkur atriði hér. Það í fyrsta lagi fagnaðarerindið og í öðru lagi það kraftur Guðs og hjálpræði og trú sem við ætlum aðeins að stoppa við hér í kvöld. Eins og ég sagði þá fagnaðarerindi gleðifréttir. Í því innifalið frelsi, lausn frá synd, lausn frá meðvitund synd. Það lækning fyrir mannin, lækning fyrir líkamanns vegna þess að Jesús Kristur, hann fór upp á krossinn og hann sagði:
það er fullkomnað. Og það segir í Jesaja 53 að fyrir benjar hans eru við heilbrigð. Fyrir sárin sem að hann fékk eru við heilbrigð. Og það er líka lausn frá allskyns áhrifum illra anda. Við vitum að illt vald og illir andar starfa og fólk er stundum í fjötrum bundið af áhrifum illra anda, en Jesús kom til að setja manninn frjálsan. Biblían segir að hann gekk kring og gjörði gott og hann græddi alla þá sem voru undirokaðir af djöflinum. Mátti ekki tala djöflin. En er djöflin til? Sjáum það ekki allstaðar í kringum okkur verk hans og afleiðingar af hans starfi? Þær blasa allstaðar við okkur. Upplausn, sársauki, niðurbrot. Fólk tala hluti sem að það sér eftir að hafa sagt og segir jafnvel, ég veit ekki hvað kom yfir mig, veit ekki hvers vegna ég gerði þetta, hvers vegna ég sagði þetta. Það eru verk óvinarins. Og Jesús kom til að setja manninn frjálsan. Algjörlega frjálsan. Og fagnarendi skal boða þangað til Jesús Kristur kemur. Halleluja. Við erum að tala gleðifréttir hér í kvöld. Og það er svo mikið þrá í mínu hjarta að fólk fá að skynja að Jesús er gleðigjafi. Hann fyllir líf mitt gleði. Hann fyllir líf mitt gleði. Hann fyllir líf okkar allar gleði, það ekki? Amen. Fagnaðar erindið. Páll segir á einum stað í Filippírbyrjun, reyndar á 2 stöðum í Filippírbyrjun, hann segir verið glaðir, verið ávallt glaðir. Ég segi aftur verið glaðir. Það er rauninni 3 sinnum sem hann segir það. Vitið þið hvað hann var stattur þegar hann sagði þetta? Hann var í fangelsi. Hans gleði var ekki bundin við ytri skilyrði. Hans gleði var hér inni, fullur af gleði. Og það var það sem að breytti líf hans. Hann sagði, verið ekki að gráta yfir mér. Gleðjist þig yfir því sem eigi hérna inni. Fagnaði við því. Lausn frá synd. Jesús kom með allt þetta í fagnaðarerindinu. Og orðið er fullt af yndislegum perlum, fjársjóðum sem að við eigum vegna þess að orðið er líf. Orðið er lifandi og kröftugt orð. Og Biblían segir að það kemur ekki tómt tilbaka fyrir það hefur unnið það verk sem að Guð ætlaði því að vinna. Orðið vinnur í líf okkar. Það starfar í líf okkar. En til þess að við upplifum orðið, til þess að orðið tali inn í kringumstæður okkar, til þess að orðið verði líf fyrir okkur, lifandi orð, þá þurfum við að þekkja það ekki satt. Í fagnaðarerindinu er lausn fyrir manninn, sigur og kraftur, en við þurfum að taka við því, tileinka okkur það og skilja, þetta er mitt, þetta tilheyrir mér. Allt sem að Biblían segir, allt sem að talar ást Guðs, kærleika Guðs, til mín er fyrir mig og fyrir þig. Fagnaðarerindið er þannig. Halleluja, það er fyrir alla menn. Alla menn. Og skalt aldrei vera fastur á þeim stað að þú sérst að bera þig saman við aðra eða skoða aðra í kringu og segja, já, hann er nú svo sérstakur eða hún er svo sérstök, hún á þetta skilið, honum hefur einhvern veginn betur tekist að höndla þetta, einhvern veginn á hann meiri trú en ég, hann er svona sterkar í þessu heldur en ég. Þetta er ekki raunhæft tal. Þegar að ég les mína Biblíu, þá er það mjög skýrt að Jesús Kristur kom í þennan heim til að setja alla menn frjálsa. Og Biblían segir í Jóhannesar Guðspjalli að öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans. Stóð sumum? Það stóð öllum sem tóku við honum gaf hann hvað? Rétt. Þú eignast rétt. Þú eignast réttinn. Halleluja. Það eru gleðifréttir. Þegar ég frelsaðist, þá leið mér rosalega vel. Ég fylltist öll, var svona
Það kom svona innri friður, gleði og það var bara meira eftir stund. Að ég upplifi Jesú sem svona minn bakhjarl, sem minn vin, svona eitthvað ómótþægilegt. Þér munuð öðlast kraft Heilagur Andi kemur yfir yður. Þér munuð öðlast þennan kraft. Og kraftur Heilags Anda kemur yfir líf okkar þegar við opnum upp fyrir þessum krafti sem kemur frá Jesú Kristi. Og þegar talað kraft hér í postulasögunni, þá er það sama orð og er notað dínamit. Svona sprengikraftur. Halleluja! Ég sagði við einn bróður hérna áðan, þegar ég sá hann, ég hef ekki séð hann svolítið lengi, ég sagði, veistu það, þegar ég horfi á andlitið, ég er búinn að fylgjast með hann frelsaðist fyrir einhverjum vikum eða kannski nokkrum mánuðum. Mér finnst að verða fallegri og fallegri eftir sem dagarnir líða. Hann hefur lifað erfiða ævi, en hann verður fallegri og fallegri. Á hverju? Þessi bara kraftur Heilags Anda hefur náð inn í hans hjarta og það endurspeglast í ásjón hans. Er þetta ekki yndislegt? Er þetta ekki gleðifréttir? Halleluja! Við ættum að hoppa upp úr sætunum. Guð er svo góður. Ég meina, Guð er góður. Ef þið vissu það ekki. Bara svo það sé á hreinu. Heilagur Andi kemur beint frá Guði með kraftinn að ofan. Og íslensk þjóð, hún þarf að skilja það að Guð vill mæta henni með kraftinn frá himninum, með kraftinum frá himninum. Og þessi kraftur heitir Heilagur Andi. Við þurfum ekki að fara til miðla. Við þurfum ekki að tala við einhverja dána lækna. Er það ekki rétt? Jesús er kraftur. Akkur aldrei að Jesús hafi sagt, það er auðvitað góðs að ég færi burt. Þá mun ég senda Heilagan Anda. Hann mun leiða ykkur allan sannleikann. Hann er kraftur Guðs. Og það hryggir mig hvað íslensk þjóð er villt á þessu sviði. Krafturinn felst í nafni Jesú Krists. Og það er Heilagur Andi sem að opinberar þennan kraft. Og þegar við tökum á móti þessum krafti, þá gerast undur í líf okkar. Við breytumst til innra. Ég hef séð fólk læknast af alvarlegum sjúkdómum fyrir þennan kraft Heilags Anda. Og Heilagur Andi, hann opinberar öllum mönnum, Jesú Krist. Hann opinberar þeim nafnið, kraftin á bak við nafnið, að ekki er neitt nafn undir himninum sem menn kunna nefna sem getur frelsa okkur og leyst okkur nema nafnið Jesús. Og það er fyrir því nafni sem hvert kné verður að beygja sig og hver tunga játa að hann er drottinn. Og ef við treystum okkur ekki til þess í þessu lífi, þá kemur sá dag og verðum að gera það. Og það er betra að gera það strax. Halleluja. Halleluja. Frumkirkjan, við sjáum í postulasögunni að frumkirkjan, hún starfaði í krafti Heilags Anda. Þeir voru leiddir af Heilagum Anda. Heilagur Andi var yfir þeim þeir báðu fyrir fólki. Það var svo mikill kraftur yfir þeim að jafnvel ef að fólk stóði í skugganum af sumum leiðtónum sem voru að starfa í Guðsríkinu, þá læknaðist það. Þvílík trú. Og Guð vill koma aftur með þennan tíma þar sem að kraftur hans flæðir alveg út allt í hans kirkju, þar sem að fólk var að upplifa þetta gegnumbrot. Það er það sem að hann þráir. Við vitum að rafmagn er kraftur. Við sjáum ekki rafmagnið. Við getum ekki þreifað á því. Margir segja, ég get ekki þreifað á þessu sem þetta tala um. Ég næ ekki að hönda þetta, ég get ekki útskýrt þetta fyrir sjálfum mér. Ég get ekki sett þetta upp í einhverja formúlu eða þetta er ekki nógu raunverulegt fyrir mér. Er rafmagnið raunverulegt fyrir þér? Geturðu tekið í rafmagnið? Geturðu höndlað það? Nei, þú bara kveikir á peru og það verður ljós. Erum við ekki að þakklátt fyrir ljós? Sérstaklega á þessum dögum. Í íslensku skammdegi þurfum við ljós. Og hvað gerir ljósið? Það rekur myrkrið út. Hvað gerir kraftur Guðs þegar hann kemur yfir líf okkar? Rekur út myrkrið.
Halleluja. Og hann talar hjálpræði. Hann talar fagnaðarendi sem kraftur Guðs og hjálpræði. Það lausnin. Það Jesús sem kemur inn. Jesús sem kemur með þetta hjálpræði af því hann elskar þig. Hann elskar mig. Þvílíkur kærleikur. Það sem sektarkenndir, beiskja. Þú ert jafnvel búin að brjóta allar brýr að baki þér. Og þér finnst allar dyr vera lokaðar. Og þú eigir ekkert skilið. Það þungi við lífiðinu. Þá kemur þetta hjálpræði. Hjálpin kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Halleluja. Og þið sem eruð heima, þið sem eruð að horfa, Guð vill koma inn í ykkar kringumstæður. Þú sem ert að burðast með þunglindi, vonleysi, sektarkennd. Það finnst engin útleið, þú sérð ekki neitt. Guð vill koma inn í þína kringumstæður. Hann elskar þig. Hann elskar þig svo mikið. Hann fullur af kærleika. Þegar hann var á krossinu þá sagði hann, Faðir, fyrirgefðu þeim þegar þeir vita ekki hvað þeir gera. Fullur af fyrirgefningu. Fullur af lausn. Fyrir alla menn. Þvílíkur Guð. Þvílíkur Guð. Og aftur þurfum við að stoppa við og segja, Faðir, mig langar að segja þér að ég svo þakklátur fyrir kærleika þinn. Það svo auðvelt að gleyma kærleika Guðs. Þannig að þegar ég var í kringum 30 að þá var ég komin með þráum það að eignast fjölskyldu en svo þrá var það engu þegar að við hjónin fengum úrskurð það að við gætum ekki átt börn. Þetta var gríðarlega sárt og ég man eftir því að það var ekki langt frá því að við höfum komið sér trúar og ég bara lagðist á bæn og ég sagði bara, Drottinn, ég vil ekki vera í barnlausu hjónabandi en það var allt sem mælti gegn því að við myndum eignast börn. Það var beðið heilmikið fyrir þessu og einn daginn að þá fengum við yndisleg orð frá Guði sem ég ætla að lesa hérna núna. Og það segir svona, svo segir Drottinn sá þig hefur skapað og þig hefur myndað frá móðurkviði, hann sem hjálpar þér. Óttast þú eigi þjónn minn Jakob og þú Jesúrún sem ég hefi útvalið, því að ég mun ausa vatni yfir hið þyrsta og veita árstraumnum yfir þurrlendið, ég mun úthella anda mínum yfir niðja þína og blessan yfir afsprengi mitt. Þennan dag þá tókum við þessi orð, við þökkuðum Guði fyrir þau og við þökkuðum fyrirfram fyrir börnin sem hann ætlaði að gefa okkur. Ég var búin að reyna að verða móðir í 11 ár. Mánuð eftir ég fengum þessi orð, að þá var ég ófrísk. Í dag eigum við 2 yndislega drengi, fengum á sitt hvort árinu. Og ég er ofta að hugsa það við, svona í þessu veraldlega, að ef einhver er góður við okkur, ef einhver gefur okkur eitthvað í lífinu, hvað svo sem það er, gjafir, peninga, mat eða hvað sem er, góða vináttu, að þá hugsaum við oft, mikið ofboðslega er hann góður og maður fer út og segir frá því, mikið rosalega var Jón eða Sigga eða Pétur eða Páll góður að gera þetta fyrir okkur. En svo finnum við stundum í hjarta okkar við erfitt með að fara út og segja, veistu hvað Guð var góður við okkur. Hann gaf okkur það dýrmætasta sem hægt er að eignast í lífinu, börnin okkar. En stundum erum við feimin við að kannast við Jesú og það ætti ekki að vera þannig vegna þess að eiga lífið með Jesú Kristi, að það er það besta sem við eigum. Guð hefur valið að fyrirgefa okkur og hann kallar okkur til að fyrirgefa öðrum. Þegar við lesum Faðirvorið sem allir þekkja, þá segir í Faðirvorinu, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Við erum kölluð til þess að lifa í fyrirgefningunni. Og það gleður mig svo þegar ég fæ að upplifa hvernig að kraftur Guðs kemur í líf fólks og það nær að fyrirgefa þeim sem hafa brotið á þeim.
Og vitið þið að í hinu náttúrulega þá oft á tíðum getur fólk ekki fyrirgefið. Það getur það ekki sjálft. Það er útilokað að ætlast til þess að til dæmis kona sem hefur upplifað barsmíðar og nauðganir og niðurlægingu svo árum skiptir í sín lífi að hún geti í eigin krafti fyrirgefið afbrotamanninu. Eruð með mér hér í kvöld? En þegar kraftur Guðs kemur inn, við erum að tala um kraft Guðs, heilagan anda, þá fæðist fram eitthvað sem að einstaklingurinn gerði sér ekki grein fyrir að væri til. Og allt í einu kemur þessi tilfinning. Ég er sáttur, ég er sátt, ég er búinn að fyrirgefa. Að fyrirgefa er ekki sama og að samþykkja það sem einhver gerir mér. Fyrirgefningin leysir mig, gerir mig frjálsan. Ég er frjáls. Það sorglega er að mörg þið sem eru að hlusta á mig hér í kvöld, þið upplifað þeir eru læst inni í beiskju, í hatri og þið segið ég vil ekki fyrirgefa. Vistu að hatur og beiska getur eyðilagt lífið þitt. Jesús kom til að deyja fyrir þitt hatur, deyja fyrir þína beiskju. Hann vil gera þig frjálsan. Opnaðu hjartaðið fyrir því sem hann vil gera hér í kvöld. Og þið líka sem eru hér inni. Mörg ykkar eru kannski burðast með hluti í lífi ykkar sem að þið hafi ekki náð að gera upp. Guð vil setja ykkur frjáls. Og að lokum þá vil ég segja þetta. Að ef að þú opnar hjartað þitt í trú fyrir þessu orði Guðs og leyfir því að flæða inn í þitt hjarta, þá færðu að upplifa að þú eignast innri frið. Þú eignast nýja von. Þú upplifir kærleika sem að þú er aldrei þekkt áður. Ef þú tekur á móti. Það segir í Jóhannesar guðspjalli 11. kafla. Ef þú trúir, muntu sjá dýrð Guðs. Ef þú trúir, muntu sjá dýrð Guðs. En þú segir kannski, ég trúi en hjálpaðu vantrú minni drottin. Það er allt í lagi. Það er gott að vera hreinskilinn. Guð mun auka þér trú. Hann mun gefa þér meiri og meiri trú ef þú heldur áfram og leyfir honum að vinna í þínu hjarta. Þegar Guð elskar þig og vill mæta þér. Hjarta mínu
Ef að það sem að þú er heyrt í kvöld hefur snert við lífið þínu, byttu þá þessa bæn eftir mér. Segðu, kæri Jesús, viltu koma inn í mitt líf? Viltu frelsa mig? Viltu leysa mig frá synd? Ég þakka þér, Jesús, að þú heyrir bæn mína. Nú er ég þitt barn. Hjálpaðu mér að ganga veginn með þér. Fylltu mig af þér, Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú heyrir bæn mína. Í Jesú nafni. Amen. Ég finn það að ég tilheyri almættinu sem öllu ræður og öllu stýrir og finn það að ég gengi ekki einn. Þannig að ég er mjög þakklátur og finn fyrir gleðinni sem fylgir því að vera hluti hans ríki. Það er svona sem stendur uppi. Jesús hann er besti vinur minn. Hann er svo persóna sem hefur reynst mér best í lífinu. Fyllir mig að gleði, frið, kærleika og öllu og gefur mér allt sem ég þarf. Við þökkum ykkur fyrir samverun í kvöld. Þetta hefur verið mjög ánægilegt og við vonum að það sem hefur farið fram hér hafi snert við ykkur. Það er það sem skiptir máli, að boðskapurinn um Jesúm Krist hafi snert við ykkur. Og ef að þú fengið að reyna í þínu hjarta að Guð hefur talað til þín, þú fundið fyrir nærveru Heilags Anda, skrifað okkur eða hringdu. Þú sér heimilisfang okkar á skjánum. Jesús elskar þig og við elskum þig líka og hann vil blessa líf þitt. Hann vil leysa allt það sem að amar að í lífiðinu. Hann vil gefa þér lausn og hann vil gefa þér varanlega lausn. Takk á móti öllu því sem að hann vil gefa. Og ef þú skrifar okkur þá munum við senda þér bækling tilbaka. Takk fyrir í kvöld.